Halli tapirna á heimavelli í dag, bara hvernig meitir þetta? Ég svolítið svekktur með það að við komumst yfir eftir 3 mínútur og glæsilegu marki. Svo fannst mér að við vera alltaf passífir. Þór tók alla stjórn á leiknum og þráttur að ekki skapa sér neitt fram að fyrra markinu og þá var markið þeirra sennilega verðskulda og svo fáum við annað strax bara mínútu síðar eða svo. Þannig að fyrri hálfleikurinn var í rauninu hörmung fyrir utan fyrstu 3 mínúturnar. Komum fína kraftin í seinni, jöfnum strax og leikurinn í fínum balans en fáum okkur slappt mark og svo annað í kjölfarið og þó við náum að klóra í bakkann inn í restina þá áttum við ekkert skil út úr svo. Þess að við tökum þessa vítaspyrnu út alveg í lokin þá kannski spilast þessir hálfleikar svipað. Þið byrjuðu á marki mjög snemma en náðu ekki alveg að fylgja eftir. Já, bara hárrétt og það er svekkjandi. Náum ekki nógu góðum takt í sóknarleiki núna síðustu 2 leiki. Við náum ekki í rauninni að setja varnarfókus á þess að það bitni of mikið á sóknarleikum. Og sama tíma þegar við ætlum síðan að fara að keyra á liðin, þá erum við að fá okkur mörk. Þannig að það er ýmislegt sem ég þarf að hugsa Frammistaðan var ekki nógu góð, það er nokkuð ljóst. En engu að síður þá þurfum við ekki að fá á okkur svona mikið af mörkum. Við þurfum að verja tegin okkar betur og loka fyrir fyrirgjafir. Hvað, eins og þú segir, þú er að leika inn svolítið mörkum, hvað það svona vantar? Bara ungt lið og kannski reynslu þessi? Já, þú veist, það er partur af skýringunni. Okkur vantar kannski það vantar smá reynslu í mannskapinn og auðvitað svekkjandi að vera endalaust að leika mörkum en ég ætla ekki að fara skýla hjálpa mönnum með það. Ég meina, þetta er bara fótbolti og hvað sem þú ert 17 eða 50 skilur, þá bara veistu hvað það gera, það er farið yfir á æfingum. Ef þú gerir það eins og maður, þá ertu í góðum málum. Hvernig bara svona horfur á framhaldið, þetta verði svona áfram í sumar eða verði svolítið marga leikir hjá okkur? Ég vona ekki, þú veist, mér finnst gaman að skora mikið en þetta gengur ekki svona, þú veist, við getum ekki lekið 2-4 mörkum í öllum leikjum sem við spilum, það er nokkuð ljóst. Þannig að ég ætla að gera allt sem í mínu valdi stendur til þess að fá mig færri mörk, það er nokkuð ljóst en sóknarlega erum við skeinuhættir og skorum mikið, þannig að við þurfum að finna jafnvægið. Vil minna Þór sem fyrir frekar svona grátulega tækling, þú vilt fá rautt spjald, svona hvernig sést það? Það er bara rautt spjald, bara ljót tækling og reyndi ekki við boltann. Ingi bara heppinn að meiðast ekki alvarlega, þannig ég var mjög svekktur með það, en þetta gerist engu að síður í fótbolta, þannig að maður getur ekki svo sem og við erum ekkert að hengja okkur á það, en ég er með þunnan hóp og ljót brot að þau geta verið mjög dýr fyrir mig að ég er ekki með endalausan bekk, sko. Er þetta bara svona framhaldið, bara hvernig leggst það í þig, svona talar hans áðan og bara svona næstu leikir? Bara vel, við höfum bara 2 hörku leiki núna framöndan, við höfum leikni næst og svo Keflavík og þetta er bara mjög, allir leikir náttúrulega erfiðir í deildinni. Við erum bara að vinna hörðum höndum og strákarnir eru með frábært attitút til æfinga og í leikjum og annað, þannig að ég er rosa trú á þessu. En svona, þegar við grípum með beint eftir leik þegar við fáum okkur 4 mörk, þá náttúrulega er ansi margt sem að pirra mig og það er eitthvað sem við þurfum að djöflast í. Hvað jákvætt annars þú tekur þessu í dag? Já, hellingur, bara útrúlega mikið og sérstaklega kannski sóknarlega. Ég meina, við erum ekkert lélegir varnarlega í öllum mómentum leiksins, þannig að það er líka jákvæðir hlutir. En svona okkar samspil inn á vellinum var ekki nóg gott. En það jákvæða er að við erum að taka skref. Við erum að gefa, þó að við séum 4-2 undir og lítið eftir, þá förum við að sækja vítaspyrnu og við höldum alltaf lífi í þessu, það er baráttuandi. Og það er eitthvað sem við getum alltaf byggt ofan á. Takk fyrir að ganga vel.